Góðan daginn og velkomin í þátt númer 66 hérna á YouTube-brásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu óð. Í dag er sunnudagurinn 12. maí, hádegisbil og ég fann lausan tíma til þess að skella í nettspjall við ykkur. Nýkomin úr smá fjallapríli og það var auð stund svo ég ákvað bara að biðja kallinn minn að setja headphone á eyrun af því hann er að fara að horfa á eitthvað og þá er ég tíma til þess að setjast aðeins niður hér. Og ég er líka svo spennt að sýna ykkur klárið sem þið sjáu blasa við. En ég vil byrja á því að bjóða alla nýja og gamla hjartanlega velkomna. Þið sáu hérna á undan hvar mig er að finna annars staðar en akkurat hér. Og og í dag ætla ég að fara yfir klár, verk í vinnslu, hvað datt í pokann og hvað er á döfinni og allt þetta. Það er svo sem ekkert eftir neinu að bíða annað en að byrja á fyrsta klárinu og sýna ykkur það. Það er Majestic Mountain eftir Stephen West og eins og ég hef örugglega sagt frá því hérna áður að þá sá ég hann í þessari peysu í janúar og munaði engu að ég er stælinni og það voru alveg mínir litir og var svona meira út í gult heldur en þessi en samt alveg algjörlega mín litapaletta og hann var líka fljótur að koma auga á það sjálfur sko. Það er eitthvað fluff hérna, eðlilega ég er inn í fluffherbygginu. Já, þannig að ég hófst handa við að byrja á þessari dýrð og ég eiginlega gat ekki lagt hana frá mér. Það var svona bara helst þegar ég var út á meðal fólk sem að ég var ekki með hana, sem ég var með eitthvað einfaldara í höndunum sko. Og ég naut þess alveg í botn að gera hana. Ég lærði ótrúlega mikið af nýjum hlutum sem er bara æðislegt og gerði þetta að enn skemmtilegra verkefni fyrir veiki. Og að velja liti, gatn í hana og allt þetta, það er bara partur af þessu öllu saman og ég þú veist, þetta er svona algjört æði. Þetta er nýji fjallkonubúningurinn þessu heimili. En ég ætla að standa upp og sýna ykkur hana. Ég fór ekki alveg 100% eftir málunum. Ég til dæmis, hún á að vera töluvert síðari en ég vildi ekki hafa hana mjög síða og áður en ég þvoði hana þá var hún alveg bara mjög stutt sko og stelpurnar í prjónahópnum mínum hérna voru alveg bara guð, þetta er bara svona magabólur en eins og við vitum öll þá síkkar Superwash og þannig að hún er bara alveg perfekt sko, ég hefði alls ekki viljað hafa hana lengri. Og það eru náttúrulega svona smáatriði í henni allri sem að gera hana og svo áhugaverða í prjóni. Þetta form hef ég til dæmis aldrei gert í peysu og hvað þá þetta. Þannig að þetta var bara æðislegt og grunnliturinn hérna er dröfn liturinn frá henni Kristínu í Vatnsnes og þetta hérna er Labiane May Sport beisin þeirra með móher sem ég held bara með og ég var ekkert að gera sko nákvæmlega gróleikann sem er ráðlegur í þetta, ég bara þú veist gera bara það sem ég langar til að gera. Þetta er DK gróleiki og rúmlega það í þessu, þannig að þetta er bara svona alls konar og svo eru bara alls konar afgangar hérna í öllu þessu og ég er bara sjúklega ánægð. Hún er náttúrulega mjög svona öðruvísi og allt það en hún er ekkert of öðruvísi fyrir minn smekk. Þú veist, og ég er búin að sjá fullt af útgáfum af henni það sem er alveg búið að tóna hana niður bara í svona svarthvítt og svona fókusa bara á einhverja ákveðna 2 liti í palettinu eins og ég í sjálfu sér er að gera hérna. Ég er með þennan grunnlit gráa og svo þessa bleiku tóna og pínu gula tóna.
Þannig að, og svo er hvítt móhair alltaf með hérna í hérna fyrir neðan þetta berustykkið. Þetta var prjónað stroffið á 4,5 og bolurinn og hitt allt á 5. Og þú veist, það er haldið 2-földi fingering hérna í þessu. Og þetta er náttúrulega haldið bara einfalt þessi bleiki og svo var bara sportbeisin notaður með móhairinu. Og hérna þetta er ekki Labiana May. Tegja mig í þetta. Ég hefði, sem ég langar að segja ykkur hérna. Labiana May, þetta er Merino Sport og þetta er Peach Pom Pom. Ég átti 2 hespur af þessari dásemd og ég hef nefnt það hérna eins og áður að ef ég neyddist til þess að fara með einhverja eina típa af galli með mér á eyðieyju, þá væri það Labiana May Sport. Og ég er enn alveg þar. Síðan þetta er liturinn sem sagt í stroffinu hérna og ég marla hann hérna, byrjaði frekar snemma að blanda honum inn í ermarnar. Þetta er A Homespun House. Ég held þetta sé gatt sem ég fekk hérna í svona gatt-swoppi sem við vorum með hjá Tjarnadísum í vetur sem var mjög skemmtilegt. Þetta er 100% non-subúos merino, 400 metrar. En þetta að prjóna með því, það var að því ég var alltaf gert skiptis með sportinu frá Labiana May og þessu, að þá var hérna fingering, þessi sem eru 400 metrar á 100 grömmunum, það var þykkara að sjá heldur en 325 metrarnir í 100 grömmunum á merino sportinu, sem var mjög fyndið, sko. En svo ég vissi það með að því að ég hafði gert sýnishorn fyrir Stephen úr Labiana May Sport og ég sá hvaða blómstraði brjálæðislega gattinu þegar ég þvoði það. Þannig ég vissi að þetta myndi alveg, þú veist, verða fullkomið saman þegar ég væri búin að skóla úr þessu. Og ég bara, hún er reyndar alveg ógeðslega hlý þessi peysa, náttúrulega móhairið og 2-falt hérna og allt það, en þannig að hún verður kannski ekki alveg einhverju klikka mikilli notkun í sumar, en jú, ég minna, come on, ég bý á Íslandi. Ekki ólíklegt að maður þurfa að vera svolítið í peysum. Sérstaklega þegar maður ætlar að vera svolítið að þvælast landið sitt. Nú, svo er hérna Anna klár. Það er ekki alveg, ég er búin að fela eða ganga frá endunum en ég klippi það ekki fyrir en ég er búin að þvo þetta. Ég nefnilega að gera sem sagt húfu og kragasettið ægir frá Knillax á börnin mín. Þetta er barnabörnin, þetta er sem sagt sumardagsgjöfin þeirra. Ég byrjaði á Hilmis og svo á ég eftir að gera fyrir Erni og Hrafntinu. Þetta er svona brúngrár í þessu. Ernis verður grár, ekki ólíka þessum, það er bara ekki brúntónn í því og Hrafntinna fær karrígulan. Og hjá Erni og Hrafntinu verða ekki eyru á húunum en svo fá þau öll dúska og svo þetta er að snar breytast því þvægita og ég sýni ykkur þetta aftur þá. Þú veist, þetta verður þá orðið mikið fallegra. Og þetta er bara Merino Extra Fine frá Drops sem ég nota rosalega mikið í flíkurnar þeirra því að mömmunar bara biðja það og finnst það bara æði. Þannig að ég bara nota það sem að þeim finnst gott að fá. Svolítið kaffiðist, afsaki. Það er svolítið svona, það var kalt upp á fjalli. Ég skrepp þangað. Síðan er 3. og síðasta klárið. Er það ekki? Jú. Það er úr prjónavélinni. Eftir að ég gerði þennan hlut þá hef ég ekkert átt meira við hana af því að ég er að bíða eftir nýjum nálum og nýjum sjoppi og svona til þess að gera er alveg tipp-topp en ég stóðst ekki mátið að gera svona pröfustykki sem að verður bara pröfustykki. Það fær enginn þetta.
Ég nefnilega hafði fengið mér námskeið hjá gamla Craftsy, það heitir My Blueprint núna og þar maður alveg leiddur í gegnum það hvernig á að gera svona einfalda peysu á prjónavél og manni kennt að reikna út nákvæmlega hvað maður þarf margar lykkjur og margar umferðir og það er margir sem að vilja meina það að það sé svindl að prjóna á prjónavél og kalla það handprjónað en ég get sko alveg svarið fyrir það að það er ekki svindl. Það þarf að nota heilan í þetta sko miklu meiri prjónaskapin þar sem maður mataður á öllum tölum og sentimetrum og eina sem maður í rauninni þarf að pæla í þar sérstaklega gagnvart flíkum er prjónafesta. En í þessu þarftu að pæla fyrst í prjónafestunni þvo og strekkja og láta það þorna og mæla svo það allt saman eins og maður gerir bara venjulega. Síðan koma 4 blaðsíður af útreikningum og það er búið að reyna á litla prjónaheilan hjá þessari handavinnu óða því að hann nenni ekkert rosa mikið að nota hann svona. En mjög gaman og þetta námskeið er mjög auðskiljanlegt og þegar ég vel búin að fá vélarnar í toppstand og þá ætla ég að gera aftur þessa peysu sem ég ætla að sýna ykkur núna og þú veist þá veit ég betur hvað er framundan og verði kannski ekki svona æst og spennt yfir að halda áfram að gera svona klaufavillur og svona og eftir það að þá ætla ég að gera boxy úr fingering eftir Joji Locatelli. Hún er með það er til worsted boxy og fingering boxy hjá hún og svoleiðis og það eru margir að gera einmitt fingering þessa úr fínu gatni á prjónavélina sínar af því að þær eru rosalega víðar og það tekur tíma en þegar þú ert búin að stilla vélina upp í þann hlut að þá ertu náttúrulega mjög fljótur að prjóna þetta í prjónavélina, ég segi það ekki, maður er náttúrulega miljónsinnum fljótari að gera þetta en það er hellingsundirbúningsvinna og ég er náttúrulega bara svo heppin að vera með vél sem að gera stroffið fyrir mig þannig að ég þarf ekki að eyða tíma í það frekar inn í vill og en oft er stroffið handprjónað og allt þetta þannig að þetta er ótrúlega mikill lærdómur og bara skemmtilegt að sjá þennan vinkil á prjónaskapnum og ég man það þegar að maður var yngri bæði sem barn og sem ungmóðir að þegar ég var að kaupa ullabóli á börnin mín að þá fór maður út í bæ og inn hjá einhverju gamalli konu sem mér fannst þú gömul kannski var bara svipuð aldrei og ég er núna og var að kaupa ullabóli og þetta og ég var alltaf svo heilluð af þessu herbergi þar sem þessi græja var inn í og svoleiðis þannig að þetta kitlaði mig mjög að komast í þetta þegar að ég kynnist prjónasystur minni fyrir austan og sé hvað hún er að brasa með sína græju þannig að maður er að prófa allt sem maður langar til að prófa þú veist, maður lifir bara einu sinni en hér er sem sagt peysan og ég notaði bara eða svona bara Baby Dale eitthvað eldgamalt sem að þú veist, ég var ekkert að fara að koma í umferð og þið sjáu strax það er svona hvít lína hér hafði ég gleymt það hafði eitthvað flækst bandið þannig að það strektist á þessari umferð alveg eins og ég veit ekki hvað og aftan á þá hafði eitthvað klúðrast og ég þurfti bara að fiffa það með spotta þegar að ég var búin að koma auga á það þegar þetta var alltaf ready og í sjálfu sér er hún alveg brúkleg nema það af því að ég vissi að þetta var yrði ekki fyrir neitt að þá vandaði ég mig ekki nógu vel við að sauma niður kraga þannig að það er það eina og ég prófaði að gera brugningu á vélinni sem að gera ekki brugninguna því að sú vél er ekki komin í lag hjá mér en þá er maður í rauninni gerir maður fyrst svona slétt og svo sleppir maður niður annarri hverju lykkju til þess
að fá, og þú veist, og veiðir þær aftur upp tilbaka til þess að fá brugninguna, og það er tímafrekt, skal ég segja ykkur. Svo man líka kennt að gera svona stroff. Það er ekki eins tímafrekt en samt, þetta er allt bara, sérstaklega ef maður er að byrja, auðvitað tekur þetta allt tíma. Svo þarf maður að sauma öll stykkin saman og ég notaði þennan, það sem að kalla mattress stitch, þá verður hann svona eiginlega ósýnilegur. Mjög gaman að gera það. Og þær eru sérst ísettar ermarnar. Það er ekkert voða beautiful, en þú veist, fyrsta tilraun. Þannig ég er bara nokkuð ánægð með þetta og ég fór og sýndi mömmu sem er nú gömul prjónavél að kempa. Og henni fannst þetta bara fín fyrsta tilraun hjá stelpunni, sko. Já, by the way, til hamingju með mæðradaginn, allar mæður þarna úti. Og svo þegar ég mannabönni eða dýrabönni eða hvað sem er. Ég hélt upp á mynda með því að príla upp á fjall bara. Það var fínt. Mömmur þurfa stundum að gera eitthvað fyrir sjálfa sig. Já, þannig að þetta var bara mjög skemmtilegt. Og ég lærði öll grunnatriðin í rauninni í þessari peysu. Reikna út lykkjufjöldan miðað við prjónafestuna sem ég vildi hafa. Og ég lærði að gera, að fella af og auka út og gera stroffið og gera svona stroff tvöfalt, já. Þú veist, já, maður lærði allan grunninn. Hún átti náttúrulega að vera einlit en ég sá þá fljótt að ég ætti ekki nógu af gulum til þess að gera það, þannig að ég bara skellti hvítum með og þurfti náttúrulega þar að leiðandi að laga útreikningana svo báðar ermarnar eru það eins og svona, þannig að ég fekk hérna auka gratis spor inn í kennsluna sem ég kom sjálfur mér í, en það var bara minnsta máli að finna út því. Þannig að þetta var mjög skemmtileg upplifun og ég hlakka bara ótrúlega mikið til að fá vélina í toppstand og ég er alveg búin að finna út með því að gera þetta stykki, þá er ég búin að finna í vélinni sem er í betra lagi, þá er ég búin að finna út nálarnar í henni sem maður þarf að skipta á eftir að liggja aðeins yfir hinni betur þegar ég verð komið með þessa auka hluti í hendurnar. En eins og ég sjáu, það er ekki eins og ég hafa ekki eitthvað annað að gera. Og þetta voru sérst klárin og smá spjall prjónavélina. Nú, verkin í vinnslu, þau eru 4, þó að ég sé náttúrulega með miklu fleiri á prjónunum og þá eru það bara 4 sem ég hafa verið að vinna eitthvað í. Þessir Peytons Croy sokkar vaksa hægt en vaksa þó. Ég náði aðeins að taka í þá hérna núna á sunnudaginn var þegar að Tjarnadísir komu í heimsókn upp á Akranes og það var yndislegt, segi betur frá því og eftir. Og ég bara talaði svo mikið að það var ekkert mikið prjónskap hjá mér. En ég náði aðeins að dúllast í þessum. Þeir verða tilbúin einhvern tímann. Ekki, þetta verður allt tilbúið einhvern tímann. Búin að fara í þetta og hér eru svo bílaprjónsokkarnir sem ég bara er að prjóna, ætla bara að gera langa túpu alveg á meðan að gatnið endist. Hér er eins og ég hafi skipt hespu, breytist greinilega eitthvað í litaprósessunum hjá þeim. Og þannig ég ætla bara að gera langa, þú veist, eins langt á þetta gat leifir og enda með stroffi og síðan skipti ég þeim bara í 2 og er það bara komið, þú veist, 2 pör þegar það verður búið. Og þetta er yndislega gatnið Mondím frá litlu prjónabúðinni, portugalska, sem ég er oft búin að segja ykkur frá. Elska þetta. Og hún er með eitthvað fleiri típur af þessu heldur en bara sokka. Ég með eitt sjal sem að heitir Melted Mirage eftir Stephen West. Það er bara svona smá stækkar. Ég er búið með síðustu stóru útaukninguna, þannig að nú er ég bara að gera 22 endurtekningar af 4
umferðum. Þannig að þetta er bara svona fínasta kvöldprjón. Af því að þetta er orðið bara mjög þægilegt. Þetta er náttúrulega ekki gert eins og uppskriftin segir hvað varðar grófleikan og gatnin og allt það, en þetta er sjal og það þolir svo ótrúlega mikið fikt svona sjala að fikta í grófleikanum. Ég er ennþá á fyrstu hespunni í gulu litapalettunni. Ég fekk svona feit kit frá henni Emilía Björna í Arctic Knitting og ég er ennþá á fyrsta gula litnum, en ég hugsa að þegar upp fyrir staðið að þá væri ég búin að brjótast inn í lit nr. 2, en ekki meira en það. Og ég er ennþá fyrsta hvítu súri hespunni frá Nora George Jans í Bretlandi. Og það er greinlega drjúgt á henni, þannig að þetta verður örugglega bara fyrir ekki nærri eins mikið í þetta sjálf eins og ég hélt. En þetta er sem sagt framhliðin. Og þetta er bara tvílitað klukkuprjón. Ótrúlega svona mér finnst þetta ótrúlega róandi að prjóna svona einfalt klukkuprjónsverkefni, því að einu skipti sem þú þarft að pæla er eins og í þessum 4 umferðum, það er útdeikning á ákveðnum tímapunkti og svo á milli þessara ákveði margra endurtekninga í hverjum hluta fyrir sig, að þá eru ólíkar svona útaukningar á margar lykkjur til þess að stækka taka svona stórt stökki í stækkuninni. Og en þessum milli er þetta bara mjög svona þægilegt prjón. Og ég nota, og ég segja á kvöldin af því að í dagspyrtunu er ég að vinna með næsta verkefni sem er mjög svart og ég er búin að reka mig á það að ég á ekki að vinna í því á kvöldin, af því að þá gerir maður ótrúlegar villisur af því það er svart og maður er ekki alveg með fúli 5 á kvöldin greinilega á þessu heimili. En það er Malt Magic, en í mínu tilfelli er það Black Magic og þetta er peysan skemmtilega eftir Stephen West. Það finna hérna almennilega mynd af því. Þetta er reyndar kjólatýpan. Mitt hættir, ég ger ekki þennan hérna hluta. Og já, mitt heitir rauninni Black Magic af því að ég er með aðalega kolsvart í þessu. Ég er komin á 1, 2, 3, 4, 5. hluta fyrir ykkur sem að þekki þessa uppskrift. Og dýrðin snýr svona. Þetta er svona eins og stór mussa einhvern veginn. Ég veit ekki hvernig það á lítið út. Það kemur í ljós þetta verður tilbúið. Einhvern veginn svona. Og í fyrsta hlutanum hérna í meshinu og ég er með þetta lace, þetta svarta lace frá Drops er ég með í gegnum allt. Ég held í tvöföldu með öllu öðru bandi. Og þetta er bara litur 8903 sem er bara svartur. Og ég er með Silk Mohair frá Sandnes. Ég held því sem að tvöföldu saman hérna í þessu. Og það er bara litur 1099 og ég fekk þetta í Hagkaup. Síðan í hluta nr. 2 sem er hérna. Þá er ég með handspunna olíubrákargarnið mitt og það eftir ég þvoði það. Það er svo mjúkt og geðveikt. Og hérna, og leysið náttúrulega, það er hérna í þessum hluta. Síðan hér í þessu er leysið og já,
Babyull Lanett, ég átti eina svarta hespa á því og skellti því þarna. Svo í Garðaprjónshlutanum hérna er leysið og svört einrúm sem er litur 1007 og þetta er einrúm E+2, það er 80% íslensk ull og 20% múlberg tæsilk. Fékk þetta í snotru. Gallerísnotru. Síðan er ég í 5. hlutanum, þá er ég með handspunna mitt og leysið að gera það og ég ætla að gera í miðjunni, ætla ég að vera líka með þetta og hugsanlega Drop Sky á móti. Það er svona Garðaprjónspanill hérna sem er hægt að gera svona röndóttan á langveginn og ég er að hugsa að hafa skæið þar í. Það er litur 05 sem er bara svartur. Fekk með þetta núna á það er hérna 35% afsláttur á öllu ullagarni frá Drops núna í maí í öllum Drops verslunum, þannig að ég nýtti mér það bara. Mér hefur líka langað að prófa skæið og svo bara, þú veist, já, ekkert eitthvað rosa mikið af svörtu en eitthvað þó og ég mun bara svolítið grípa það sem til er og ég er með aðra hérna, ég var búin að spinna upp 200 gram af þessu olíubrákar dásemdargarni og ég er nú ekkert búin að vikta garni hérna, hvað er búin að nota af já, alveg rúmlega 50 ég er bara búin að nota já, ég er búin að nota 70 gram af þessum 200 grammum og ég ætla ekki að byrja að spinna aftur fyrir en að ég er að vera búin með þetta. Ég ætla bara að sjá hvað ég vil langt á þessum 200 grammum með því að hafa hitt með. Whoops! Það er ekki mér bjefað að prjónaðilina. Dróða aðeins til þessu, en það var nú ekki eins alvarlegt og ég held. Þannig að þetta er mjög ást að reyndar ógeðslega leitt að gera þennan fyrsta hluta en það var bara því ég var svo spennt að komast í að blanda mínu garni inn í partíið. En já, það var ekkert leiðilegt, bara mér fannst að taka óra tíma en það var einhver stund gert. En það var einmitt í 4. hluta sem að ég ruglaðist og setti 4. hlutan á vitlausan stað. Var að fitja upp á því í svona kvöldi til orðin þreytt og fattaði það svo ekki fyrir daginn eftir því ég ætla að fara að byrja á 5. hlutan og þetta gekk ekki upp. Þetta lá svo illa og ég svona, þetta myndi Stephen aldrei láta frá sér sko í uppskrift svona. Svo fór ég náttúrulega bara og bar saman teikninguna af fyrstu hlutunum, fyrstu 7 hlutunum, það er ljósmynd af því inn í uppskriftinni og sá það og þetta var bara kolvillisum stað. Þannig ég þurfti að reykja það upp og byrja upp á nýtt og þá ákvað ég að þetta yrði ekki gert nema í góðri birtu og þá helst dagsbirtu. Því þó ég sem er góð að birta á kvöldinu í stofu þá einhvern veginn svona svart, þreytt augu, það virkar ekki vel. Þannig að en ég ætla að reyna að burra svolítið áfram með þetta og reyna að klára líka hinn 2 ægissettin og langar að vera nú búið með þau áður en ég hitti ykkur aftur og ef ég þarf ekki að spinna meira garn í Malt Magic eða Black Magic að þá ætti ég alveg að geta verið búið með hana líka eftir 2 vikur sko en ef ég þarf að spinna meira þá mun það taka tíma því það er erfitt að spinna þessa ull af því að þetta olíubrákar dæmi er svo mikið, það er bara plast eða bara þú veist nælon og það er erfitt að, það er svo mikið að það er erfitt að það reynir rosalega á hendurnar. Þannig ég ætla bara að sjá hvernig það gengur en á döfin er náttúrulega fullt af öðrum peysum og þessar 2 ægisett en þessar peysur
sem að ég var alveg til í að fitja upp á eftir, ætla ég ekki að fitja upp á strax. Ég ætla að leyfa mér að vinna svolítið, vera svolítið, ég ætla ekki að segja þetta, en mér langar ógeðslega að bara halda mig við þessi verkefni sem að ég með í vinnslu. Núna, ég finn það að þó mér finnst gaman að vera með fullt af verkefnum í gangi í einu, að þá ég bara í þannig stuði núna og að gera peysur sem lengi búið að langa til þess að gera og sjöl og svona, mér langar að njóta þess svolítið og geta að vera að vinna svolítið svona jafnt og þétt í því. Þannig ég ætla að reyna að hanga svolítið á því. En þá ég búin að spjalla það sem ég að gera og það sem ég búin að gera og það sem á döfinni. Og ég ætla þá að sýna ykkur hvað datt í pokann, en ég ætla að setja ykkur á pása því ég ætla að vera búin að fletta upp hvar ég keypti þessa tösku, en ég hef greinilega gleymt því, þannig að ég ætla bara að stoppa ykkur aðeins af í bili, augnablik. Þannig þá ætla ég bara að byrja að sýna ykkur það, en ég var búin að vera að sjá á þvælingi á Facebook og Instagram mjög skemmtilega töskur sem systir mín og systir mömmu hafa mikið verið að gera í gegnum tíðina. Það eru miklar bútasaumskonur og mamma mín á sitt hvora svoleiðis frá þeim. Og ég hef alltaf verið svolítið spennt fyrir þeim. Það eru svona, ég hef samt ekkert nefnt að gera það sjálf. Síðan fer þetta að birtast á netinu, inn á sölusíðum á Facebook og inn á Instagram. Það eru töskur frá, hún heitir Rakel Bragadóttir og á Akureyri, allavega fyrir norðan. Og ég fann mína tösku á Instagram, en hún ég skildist á henni að hún væri með albúm inn á sinni síðu á Facebook, Rakel Bragadóttir, þar sem hægt væri að skoða og panta og þú veist, hún bara með sama fyrirkomulag og ég var með og með að það hægt að senda mig skilaboð og ganga frá þessu bara þannig, og þetta græjan. Og það sem svo skemmtilegt við hana, þetta svo brjáluð histla. Það eru 3 lokaðir vasar og svo eru histlur á milli þeirra allra. Þannig eins og þegar maður fer í ferðalög, þú veist, þú getur bæði verið með snyrtivörur og prjóna auka hluta dótið allt í þessu. Og hún með ótrúlega fjölbreytta liti og efni og allt svoleiðis. Mjög skemmtilegt. Og svona sæta charm hérna á öllum rennulása endunum hjá sér. Það eru hérna hjörtu á þeim öllum. Sýni ég mér þetta bara en ekki ykkur. Þannig að þetta bara ótrúlega vel gert og verðið bara algjört djók hjá henni. Ég þarf eiginlega að skamma hana sko, en ég vildi náttúrulega fyrst kaupa ógeðslega leiðilegt. En hún, þú veist, hún varla fær fyrir rennilásunum í þetta. Það kostar 5 og 9 hjá henni. Þannig að ég bara sjúklega ánægð með þetta. Þetta var æðislegt í bílinn að vera með bara svona, þú veist, það sem ég þarf að hafa með mér þegar ég á þvæling. Og fljótlegt að grípa og hægt að hafa bara allt á einum stað. Þú veist, lyfin mín, handavinnu þetta smá dóta og einhverja snyrtivörur og eitthvað svona. Og talandi það að þegar maður í svona föndrið, þá þarf maður ákveðnar snyrtivörur og nota svolítið mikið af þeim, ég allavega. Og það handabörur sérstaklega. Og það var hún Hulda prjónasystir mín sem að ég hitti alltaf í þegar við Tjarnadísir hittumst. Og ég fekk að prófa þetta hjá henni og ég vissi ekkert að hún, þú veist, var svo ekkert að spá meir í það, fannst þetta bara ógeðslega gott. Síðan setur hún þetta inn á einhverja prjónasíðuna á Facebook og að segja frá þessu þar og ég bara rauk inn á þessa vefsíðu og pantaði mér svona handaburð og varasalva og þetta the Edinburgh Natural Skincare og þetta sem sagt
nafnspjaldið og það er þetta er sérst vefsíðan þeirra. Ég held fyrir þarna hluta af þessu af því það er afsláttakóðinn minn á næstu kaupum er þarna á þessu. Og ég fekk mér hérna The Queen Bee Solid Hand Cream Bar Sweet Orange, Lemongrass and Lime. Og þetta er ekki pröfað á dýrum og þetta er 100% náttúrulegt handgert í Skotlandi og kemur í svona fallegri öskju og þetta er gert úr pure bee wax, cocoa butter, coconut oil and our exclusive St. Clementine's Essential Oil Blend. Og þetta er bara, þú veist, maður þarf bara rétt að gera svona og þá er maður alveg komið með, sérstaklega ef maður er að prjóna, þá vill maður náttúrulega ekki löðrast í þessu. Og þetta er bara ótrúlega frískandi lykt af þessu og þetta gengur mjög hratt inn í húðina. Þannig að ég mæli sko með og takk Hulda fyrir að benda mér á þetta. Og ég fekk mér líka, af því ég er rosalega þurr á vörunum oft, þá fekk mér líka frá þeim hérna svona lip balm sem að ég hef nú ekki ennþá prófað og þetta er í rauninni gert með sömu efnum nema það er bara svona öðruvísi uppröðun. Þarna er kókonutolían í fyrsta sæti og svo bívaxið og svo cocoa butter og síðan ilmolíurnar. Og ég alveg það er misjafnt eftir hvað gatn ég er að nota, hvað ég er þurr. En núna eftir ég fór að hérna, fara líka í fjalli þá er ég alltaf með smá þurrk. Og þetta er Geranium and Sweet Orange ilmolíur í þessu. Og þetta er bara logóð. Síðan fekk ég mér náttúrulega gatn. Og af því að hún Helga prjónasystir mín sem er í prjónavélabransanum var búin að segja við mig að Sara by Permin gatnið sem ég prjónaði með peysu úr daginn, svona svarta og gráa, þar sem ég hélt tveimur þráðum saman, einum svörtum og einum grá. Að hún sagði að þetta var örugglega frábær grófleiki í prjónavélina og þá bara hlusta ég á hana og fer og fæ mér svoleiðis í prjónavélina mína. Þetta eru sko 50 grömm og það eru 300 metrar í þessu 50 grömmum. Þetta er mjög fíngert en svo blómstrar helling þegar maður þvær það. Og ég tók eftir, ég var hjá Línu sem á Galleri Snotru og við vorum að skoða saman gatnið í vikunni og þá tókum við eftir að hvíta ullin, það er 30 metrum meira af henni í 50 grömmunum heldur en öllum hinum litunum og það er væntanlega bara því að þetta er ólituð ull og hérna hvíta ullin er greinilega bara látin halda sig sem hvítri og spinnst þá það eru lengri þræðri eða eitthvað inni sem að veldur því að það verður meiri lengd í 50 grömmunum og hitt er allt sko það er ábyggilega rosalega mikið litað á ljósgráa kindalitin hjá þeim og þar af leiðandi eru og ljósbrúna, sem brúnu litirnir eru litaðir örugglega upp úr ljósasta brúna litnum af kindunum og þar af leiðandi hérna eru þeir allir 270 metrar á 50 grömmun en þetta er sérst 50% merinúll og 50% Shetland svo getur vel verið þessi bara að bulla einhverju bíóteinsteypu með þetta en við vorum að ímynda okkur þetta og þessi Off-White eða svona já hann er númer 883601 og þetta er framleitt í Tyrklandi ég var ekki búin að spáði því Sara by Permin og þetta verður hugsanlega hérna fyrsta boxy peysan ég ætla að hafa hana mjög svona loose eða sérst með hérna já, ég vil að efni sé svolítið svona eins og hérna á slæðu eða svona svolítið mikil hreyfing í því
og metrarnir í þessu bjóða aldeilis upp á það. Það eru 600 metrar í 100 grömmunum ef það segir eitthvað meira. Nú þetta var það sem að kom til mín. Ég pantaði mér reyndar líka frá Wool Warehouse svolítið af akrílgarnir til þess að æfa mig á í vélni, með prjónavélinni og keypt bara mjög ódýrt garn í það og já, þannig ég á bara eftir að fá það og það er bara svona æfingagarn. Nú síðan var það prjónahittingurinn, nú er ég bara komin yfir í blaðrið og ná að halda mig bara þokkalega á beinni brautinni með að vaða ekki úr einu í annað. Tjarnadísir komu upp á Akranes á sunnudaginn síðasta, sunnudaginn 5. maí og Hafdís vinkona mín sem er starfsmaður Gallerís Nótur líka, hún tók með mér á móti hópnum og það komu held ég 30-32 konur og við byrjum á því að fara í mat á gamla kaupfélaginu þar sem við fengum súpu og konfekt og kaffi og það var bara æðislegt. Við höfum plásið út af fyrir okkur og það var náttúrulega strax rifnir upp prjónar þarna og fólk bara dreifði sér á borðin og þetta var bara æðisleg stund og við fórum allar sattar og sælar, töltum yfir í Gallerís Nótur þegar að búið að gera upp og ganga frá því öllu og ég heldi bara upp á að slatta af kaffi þar og við vorum með svona smá nasl og drykki og svona og þar fórum vel alla þessa og það bættust einhverjir í hópinn sem kom ekki í matinn þannig að það var setið í hverjum stól og bara í öllum skotum en samt ekkert þröngt eða neitt og þetta var bara geggjað og maður þvældist bara á milli hópa og mynduðust svona litlar grúppur þar sem að fólk var bara að spjalla og prjóna og það var mikið verslað og mikið gaman og mikið hlegið og bara Hafdís var ótrúlega þarna, hún var alveg bara, þú veist, var svo með þetta þarna það, ég var alveg út á þekju, ég var bara kjaftaði stelpunar og svo sem ekkert mikið að vasast í afskiptum af eða ráðleggingum varðandi gattkaup og þess háttar enda ég bara stökk inn og afgreitt á kassanum ef Hafdís var upptekin og hún var bara alveg frábær og þær hældi henni mikið stelpunar og voru yfir sig ánægðar með móttökurnar og þjónustuna bara já og það var rosalega gaman að fá þær hingað og þetta verður pottþétt endurtekið og síðan leystist gamanið upp svona að ganga 4 og einhverjar fóru þá á kaffihúsið og skelltu sér svo í Guðlaugu, nýja pottin okkar hérna niður á Langasandi og nutu veðurblíðunnar sem við vorum með þennan dag hérna á Akranesi alveg í botn og þannig að þær áttu heldur betur langan og góðan dag hérna. Þannig að þetta heppnaðist alveg ótrúlega vel og þetta verður örugglega gert aftur í haust og þá kannski finnum við eitthvað annað tvist á þetta eða borðum annar staðar eða eitthvað. Þetta var bara æði og bara yndislegt að fá að taka á móti þeim og mér finnst rosalega gaman að sitja inn í gaddbúð og vera að spjalla við sína líka og fá hugmyndir og geta svo staðið upp og káða á gatni og keypt sér gatn og sest svo niður aftur og allt þetta. Það, þú veist, ekki það að mér geggjað að hitta þér annað hvern sunnudag á kaffihúsi en þetta er eitthvað, það er eitthvað við þetta að vera inn í prjónabúð og eins og ég segi, vera með sínum líkum í því umhverfi og fá hugmyndir og geta bara verið svolítið spontant í að fá sér í þessar hugmyndir. Þannig að, já, bara takk þið sem eru að horfa á mig og komið og gerðu daginn svona ógleymanlegan og æðislega skemmtilegan fyrir okkur Hafdísi. Þetta var bara þvílíkt gaman og við vorum bara við erum með það með sælbrós. Þetta var æði. Og ég veit að Hafdís á alveg örugglega eftir að koma oft með mér suður til að hitta þennan hóp og
Hún er núna aldils farin að kannast þessum andlitin þarna. Nú, svo er ég, gerði ég, svo maður farið nú frá prjónaskapnum, þá ákvað ég að skora á mig í samráði við þessa nýju lækna sem eru með mig til meðhöndlunar núna og er að reyna að setja smá fút í stelpuna og það virðist vera að takast þessi nýju vítamín sem ég er að fá. Að ég er öllu viljugri að framkvæma hlutina af því að þeir bera mig ekki ofliði og ég verð ekki alveg örmagna eftir þá og þess áttara því að það er alltaf markmiðið hjá mér að þegar ég er í sem bestu standi að byggja mig upp eins vel og ég get til þess að geta dílað við erfiðu dagana og bakslögin og allt þetta þegar maður lendir í því að geta ekki hreyft sig svo mánuðum skiptir að þá skiptir máli að vera í góðu líkamlegu og andlegu formi og núna skoraði ég á mig, ég tók gamla skólasystur mín til fyrirmyndar sem að skoraði á sjálfa sig í maí fyrra að fara á hverjum degi upp á Akrafjall á hverjum degi í maí. En ég ákvað að vera ekki alveg eins, af því að ég er náttúrulega ekki frísk en hún er það. Ég ákvað að vera ekki alveg eins crazy í því og skoraði á mig að fara 23 sinnum á fjalli. Hvað sem ég færi bara upp hluta af, erfiðasta partinn sem er byrjunin á fjallinu, svo kallur selbrekka sem er ógeðslega brött og þung og og hvað sem ég færi bara þangað upp eða eitthvað lengra að þá telst það. Og þegar ég var að fara 4. ferðina og ekki ennþá búin að komast það upp á þessari Guðfinnu þúfu sem að þið eru farin að þekkja sem að fylgist með mér á Instagram að ég er að skrásetja þetta dæmi hjá mér að þá hringir dóttir mín í mig, mammas Hilmi, sem að ég er að passa alltaf eftir hádegi og hún er í þroskaþjálfarnámi, var að klára skilin ritgerðinni sinni en þarf svo að taka fag á næstu vorun til þess að geta útskrifast. Hún ákvað bara að fresta því út af Hilmi litla, hann náttúrulega birtist þarna óvænt í partíið og henni var boðin aflýsingarstaða sem þroskaþjálfi í bekk í barnaskóla á Akranesi og henni fannst samt alveg rosalega erfitt að vera að biðja mig þetta en ég sagði að það er bara of mikilvægt fyrir þig að þú mátt ekki sleppa þessu, þetta er svo mikilvægt fyrir starfsreynslu af því það er alltaf beðið starfsreynslu og þú þarft þá að grípa allt svona til þess og í rauninni er þetta bara hann ætti bara að vera hjá mér eftir hádegi fyrstu 4 daga vikuna, ég ætti alltaf að vera í frí og föstum en þarna bætast við 4 morgnar, 3. miðvikudag, 5. og föstudag. Þannig að þá erum við 3 daga í viku saman allan daginn frá 8 til 4 og svo hálfan mánudag, mánudags eftirmiddag og föstudags morgun. Þannig að ég þarf sennilega aðeins að fækka ferðunum í fjallið, svona bara til þess að, gangi ekki fram að mér. Og það er líka alltaf, það má alveg breyta þessum markmiðum og ég ætla svona að fara að setjast núna yfir dagatalið og sjá hvað ég geri. En ég er nú búin að komast tvívegis núna upp og þarna í þessari 4. ferð að því hún hringdi í mig tvívegis að þá gæti tekið mér svo góðar pásur að ég hafði alveg afsakið úthald í fyrstu ferðinu upp á Guðfinnu þúfu þar sem er í rauninni fyrsta gestabókin í fjallinu. Það er minnsta hækkunin að labba upp að Guðfinnu þúfu en það er ekkit endilega auðveldra en hinir 2 staðirnir. Datt inn einhver áminning hann að kötta á mig. En já, það er á 3 stöðum á fjallinu, eru gestabækur og ef þú heldur áfram frá Guðfinnu þúfu og lengra upp þá kemur Geirmundatind sem er hæsti tindurinn með gestabók og ég hef farið 2 eða 3 þangað einhvern tímann og síðan hinum megin á fjallinu er Háihnúkur sem er sá alveg vinsælasti en mér finnst bara alveg hræðilega leiðilegt að labba þá leið. Þannig ég kýs að vera hinum megin í fjallinu og þar er 3. bókin og
markmið hjá mér að í lok maí fari ég á frekar auðveldan hátt upp á Geirmundartind. Og það í rauninni erfiðasti hlutinn. Það mjög mikið af klettum og grófu grjóti og svona pínu vesinn að komast þangað, en alveg gerlegt. Og þannig að þarna í 4. ferð þá rauk ég upp að Þúfu og svo maður alltaf eldsnöggur að koma sér niður. Þetta tekur mig núna klukktíma og korter að fara upp og niður á Guðfinnu Þúfu. Ég fór aftur núna áðan og þetta var auðveldasta ferðin, bara vel upplögð, fór bara stuttaferð á föstudaginn, fór svo ekkert í gær og var bara húðlötin heima og þannig að ég var bara vel hvíld og rúlaði þessu upp í morgun og þannig að þetta að gera alveg rosa mikið fyrir mig og ég bara að fara ein og bara með hljóðbók í eyrunum og finnst það bara mjög næs og maður minn var svona pínu að fallast eftir að fá að koma með mér og ég segi nei. Þá sprengi ég mig því ég fer alltaf að elta hann. Og þá þetta ekki gaman þegar maður alveg sprungin alla leiðina upp. En ef ég fer ein og stýri ferðinu algjörlega á mínum forsendum þá þetta miklu auðveldara. En ég segi þú mátt örugglega koma með mér þegar ég fer að líða á tímabili þegar ég verð komin með þennan ryþma í mig sem ég þoli að labba svona nokkurn veginn viðstöðulaust en fólk í góðu formi þarf oft að stoppa. Þannig og það líka bara alltaf, það ótrúlega fallega náttúran þarna og útsýnið bara ólýsanlegt. Við höfum tvívegis labbað Akrafjallshringinn í svona, þú veist, alveg í bara glampandi sól og blíðviðri, steikjandi hita og kom öll brunnin niður og allt það og þú veist 25 stiga hiti upp á fjallinu og logn og útsýnið bara sjúllað þarna allstaðar af því það náttúrulega stendur ekkert annað fjall upp að Akrafjalli þannig að það sést vel bara lengst inn í land frá fjallahringnum þannig að það mun örugglega verða endurtekið í sumar. Þannig að þarna fer svolítill prjónatími í burtu en það algjörlega þessi virði af því að ég verð að hafa heilsu til þess að geta líka sinnt hobbyunum og verið ánægð með þetta allt saman og þá bara tíminn þeiminn betur nýttur sem að maður fær í prjóna hobbyið sitt. Þannig að þetta var nú bara svona raus og ég ekkert hissa þó að þið verið búin að slökka núna og komnar í að hlusta á eitthvað annan en ég mátti bara til með að segja eitthvað frá því að það bara gott að fara aðeins út fyrir kassan og skora á sig og ég get ekki sagt að ég sé að gera eitthvað nýtt af því það 10 ár síðan ég byrjaði á þessu, ég bara verið mismikið í þessu. En þetta allra skemmtilegasta hreyfing sem að ég veit fyrir, mér finnst þetta rosalega gaman að hjóla líka, en mér finnst þetta bara, þetta eitthvað svona, það að vera bara í náttúrunni og þetta einn með sjálfum sér, finnst það líka æði. Og svo ógeðslega mikil umferð á fjallinu, fólk notar þetta alveg gríðarlega mikið sem líkamsræktartól og þetta eins og stundum að vera bara á hraðbraut, það fólk brunandi fram á manni upp og niður og svo líka stoppað og spjallað og allt það, bara rosalega gaman. Þannig ég mæli með að og ég finn það að þetta gerir helling fyrir skrokkinn og ég ekki eins svona aum í prjónavöðunum og allt svoleiðis, þannig að þetta bara allt til allt góðs. Þannig að það bara besta mál. En ég ger bara fastlega ráð fyrir að við hittumst hér að cirka bara 2 vikum liðnum og ég vil bara þakka kærlega fyrir í dag og takk fyrir að hlusta á mig, bladra út í eitt og við sjáumst bara að 2 vikum liðnum og þangað til óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnu vikna og segi takk fyrir og bless bless.